Góðan daginn og verið innilega velkomin á þetta málþing, bæði þeir sem sitið hér og þeir sem horfið í gegnum skjáin. Í dag er dagur barna í sorg og þess vegna stöndum við fyrir þessu málþingi og viljum auka fræðslu sorg barna og hlutverk uppeldisaðila og vera uppeldisaðilum innan handar í því verkefni að ala upp börn í sorg. Ég heiti Matthildur Bjarnadóttir og ég ætla að ræða hér skilning barna á dauðanum eftir aldri. Og ég ákvað að gera það vegna þess að sorg barna breytist eftir því sem að þau þroskast og vaksa. Og eftir því sem að þau eldast og heilin þeirra mótast, að þá þroskast sorgin með þeim og breytist og þau þurfa að fá að takast á við sorgina sína þar sem þau eru. Og eftir því sem að þau fara inn á nýtt þroskastig, að þá getur einmitt sorgin komið upp aftur. Hún vitjar þeirra þegar þau eru komin með nýjar forsendur til að takast á við hana. Stundum halda uppalendur að þetta sé bakslag eða einhvers konar afturför og hugsa, guð minn góður, nú eru liðin 3-4 ár og barnið mitt er aftur komið ofan í sorgarlaugina, en þetta er ekki bakslag. Þetta er næsta skref í þroskasögu sorgarinnar. Og það er mikilvægt að fullorðna fólkið fari með þeim inn í þetta af yfirvegun og næmni, vegna þess að börnin læra það fullorðna fólkinu sínu að þurfa ekki að óttast tilfinningar, að það er ekki hættulegt að fara aftur inn í sorgina þó að það sé sárt. Og við þurfum að mæta börnunum þar sem þau eru og í þeim skilningi sem þau hafa. Og svo gott að taka það líka fram að börn hafa minna þol fyrir andlegum sársauka heldur fullorðnir. Þannig að þau fara ofan í sorgina sína og sársaukafullar tilfinningar og svo þola þau ekki lengur við og þá stökkva þau út úr sorginni og fyllast af gleði og þau fara að leika sér sem er svo dásamlegt og léttir fyrir alla. Það þýðir auðvitað ekki að sorgin er farin, það þýðir bara að þau eru að hvíla sig. Og reyndar mættum við fullorðna fólki taka börnin til fyrirmyndar með þetta, vegna þess að sannleikurinn sá við þurfum alltaf að hvíla okkur á sorginni. Við megum ekki missa hæfileikann til að leika okkur. Þannig að við skulum horfa til þeirra með þetta og æfa okkur í að reyna að missa ekki þennan hæfileika, gleyma sér í leik og gleði. Þannig að það er mikið haldreipi. Ég ætla ekki að tala lengi sorg í frumbernsku, aðalega vegna þess að það er ekki mikið vitað þá sorg. Það sem við vitum er auðvitað að unga börn, þau átta sig á því hvort einhver er til staðar eða ekki og þau sakna og þau bregðast tilfinningalega við þegar að þeirra umönnunar aðili er ekki lengur til staðar. Og þá er svo mikilvægt að mæta, að svara þeim tilfinningum af mikilli hlýju og stöðugt, þannig að barn finni, þegar ég læti mér heyra, þá er mér svarað af umhyggju. Það er það sem unga börnin þurfa og þau þurfa fleiri sem koma að til þess að mæta þessari þörf fyrir öryggi og alúð. Og svo vitum við þetta líka, að þegar að börn sem að missa mjög ung eldast, að þá kemur sorgin yfir því sem ekki var. Og það er sorg sem að það líka taka mark á og það er söknuður sem fylgir því að eiga ekki minningar. Og það er sorg sem þarf að takast á við seinna og kemur þegar sá tími kemur. Varðandi 3-5 ára eða leikskólaaldurinn, að þá er það þannig í huga barna á þessum aldri að dauðin er tímabundið ástand. Þau skilja ekki fyllilega eðli dauðans, þannig að þau þráspyrja. Ef þau missa náin ástvin, tala nú ekki foreldri, þá þráspyrja þau. Veitu, hvenær kemur ástunum minn aftur? Hvenær kemur mamma aftur? Hvenær kemur pabbi aftur? Og það reynir gríðarlega á uppalendur að þurfa stöðugt að staðfesta og segja aftur og aftur, pabbi er dáinn og hann kemur ekki aftur. En við verðum að gera það. Það er freistandi að dreifa huganum, en þetta er partur af sorgarferlinu að staðfesta endurtekið þangað til að barnið meðtekur og getur þá haldið áfram í sínu sorgarferli. En þetta er erfitt verkefni og það rífur í fullorðna aðilann að þurfa stöðugt að staðfesta aftur og aftur það sem er orðið. En börnin þurfa á því að halda. Í þeirra huga er það þannig að það sem hreyfist er lifandi
og það sem ekki hreyfist dáið. Og það getur komið upp kvíði hjá börnum á þessum aldri ef þau missa náin ástvin og einhver leggur sig. Að þá koma þau til að tjekka, til að átta sig á muninum á svefni og dauða. Og þess vegna svo mikilvægt að vera skýr og rugla ekki þessum hlutum saman. Og við eigum alls konar máltæki í tungumálun okkar, að sofna svefninum langa, fara í hinsta ferðalag eða Guð tók viðkomandi til sín. Og við sem erum fullorðin, við skiljum hvað á við, en börn eru svo bókstafleg að við megum ekki ræða dauðan eins og hans í svefn, þannig að þetta eru mjög ólíkir hlutir og börn geta orðið afskaplega hrædd við að fara að sofa eða óttaslegin ef einhver fyrir ferðalag eða hugsa með sér það einhver ósynlegu guð sem að tekur fólk. Þannig að við þurfum að nota orðið dáin og ekki nota orð sem geta ruglað börn á þessum aldri. Og á þessum aldri tjá börn sig gríðarlega mikið í gegnum leik. Þau hafa takmarkaðan orðaforða og takmarkaðan skilning og orð yfir eigin tilfinningar, en þau tjá sig í leiknum. Og eitthvað það besta sem maður getur gert sem uppalandi er að fara inn í leikin með barninu og vera í leiknum með barninu, þess að þar svo mikil útrás. 6 til 8 ára börn eru á skemmtilegum aldri. Þau eru miklir heimspekingar og þau eru ekki alveg komin út úr því að dauðinn sé tímabundið ástand, en þau eru að byrja að skilja þetta. Og þá vaknar líka oft mikill ótti við dauðan sem þarf að ræða við þau. Og þau eiga erfitt með að skilja hvernig einhver getur dáið og ekki komið tilbaka. Þarna líka svo mikilvægt að nota rétt orði við hlutina, alveg eins og á leikskólaaldrinum. Þau velta dauðanum mikið fyrir sér, fara jafnvel að óttast slys eða stríð og þau svona velta fyrir sér þessum hlutum í lífinu og það mikilvægt að fara svolítið vera með þeim í þessum pælingum. Það þarf ekki alltaf að hafa svörin, en maður má ekki vera hræddur við að vera með þeim í hugsunum. Þau vera að finna, heyrðu mamma eða pabbi eða amma eða afi, þau geta bara tekið þetta debatt með mér. Þau eru ekki hrædd við þessar hugsanir mínar eða pælingar. Og það skiptir máli upp á þeirra öryggi. Á þessum aldri, við köllum þetta endurgjaldshugsun. Og þetta vegna þess að ung börn, þau eru svolítið, þau eru erfitt með stundum að greina á milli raunveruleika og ímyndunar og það svona töfra hugsun og þau ofmeta eigin áhrif og það gerist oft á bæði 3 til 5 ára og 6 til 8 ára að þau halda að þau hafa stjórn á hlutum sem þau hafa bara alls ekki stjórn á og þau geta fengið sektarkennd ef einhver verður veikur eða verður slys eða tala um einhver deyr og þau hafa kannski einhverju áður orðið reið, rifist við viðkomandi, sagt eitthvað ljótt eða hugsaði eitthvað sem var ekki fallegt, að þá hugsaðu þau, heyrðu, ég sem miðja alheimsins, ég hlýt að hafa haft áhrif á þetta. Og þá skiptir máli, að því að okkur fullorðna fólkinu við sjáum náttúrulega að þessar hugmyndir eru alveg fáránlegar, en barnið er náttúrulega miðja alheimsins síns og það hjálpar ekkert til að segja hvaða vitleysa, þú ert ekki að hugsa svona. Það miklu betra að hlusta á tilfinninguna sem barnið að tjá, þakka barninu fyrir að deila þessu og svo leiðrétta misskilningin. Að við gerum ekki lítið úr tilfinningum og hugsunum barna þessum aldri, heldur séum svolítið á þeirra forsendum og skiljum þau. 9 til 11 ára börn, þau skilja að dauðinn endanlegur. Og það einmitt oft á þessum aldri sem við tala þetta að sorgin vitjar aftur. Að þau allt í hennu uppgöta þau. Töfra hugsunin víkur, þau uppgöta að manneskjan sem þau elska kemur ekki aftur. Og það verður ný tegund af sársauka í sorginni sem þarf að fara inn í. Og þau vita allir deyja og það eðli lífsins. Þau eru upptekin á tæknilegum atriðum og þau vilja fá að vita hvers vegna er þetta svona, hvers vegna er þetta og þau vilja fá að vita alls konar tæknilega hluti og spyrja spurningar sem okkur fullorðna fólkinu getur jafnvel þótt óviðeigandi og vilja vita hvernig manneskjan er sett í kistuna og hvað verður líkamann og þau vilja fá alls konar útskýringar á tæknilegum hlutum og það er ekkert alltaf þægilegt að svara því en þau þurfa hreinskilið einlægt samtal og þau þurfa að fá svör, þau þurfa að vita ég get komið til trausta fullorðna fólksins í mínu lífi með spurningarnar og ég er ekki skömmuð eða skammaður fyrir að velta þessu fyrir mér og ég fæ svör.
Þetta allt í lagi að benda börnum á að ákveðna hluti ræðu við heima og það má alltaf koma til foreldra eða uppalanda og við erum kannski ekki endilega að ræða hlutina við Pétur og Pál, en þau þurfa að fá svör og þau þurfa að fá heiðarlegt einlægt samtal, sérstaklega á þessum aldri. Unglingsárin, þau eru flókin og unglingar, þeir spyrja frekar hvers vegna, heldur en hvernig. Þannig að þau eru í mikilli leit að tilgangi, leita sjálfum sér og tilfinningarlífið þeirra það dýpkar og þau upplifa þetta miklar tilfinningasveiflur sem bara eðli unglingsárana. Þannig að sorg og áföll ofan í þessar miklu tilfinningar geta brotist út á mjög svona dramatískan hátt hjá unglingum. Og enn og aftur, við skulum ekki hæðast að eða gera lítið úr unglingnum á þeim stað sem hann eða hún er. Við þurfum að fara á plan unglingana. En það sem svo slæmt að einmitt á unglingsárunum þá byrja krakkar að fjarlægja sig oft fullorðnum. Þau vilja frekar vera með jafnöldrum sínum og jafningjum og svona finnst fullorðna fólkið ekki jafn töff og áður. En þau þurfa auðvitað á þroskuðu öruggu fólki að halda og jafningjastuðningur sem gríðarlega mikilvægur, hann ekki nóg vegna þess að jafningjarnir veit ekki öryggi. Það sem að unglingurinn þarf að eignast trú á sjálfan sig og eigin getu til þess að hafa áhrif á lífið og svona jákvæð sín, veröldin góður staður þó að slæmur hlutir gerist og þessi heimsmynd og þessi mynd á sjálfan sig að unglingurinn fái þessa mynd, ég get og ég dýrmætt og ég get haft áhrif á líf mitt þó ég stjórna ekki öllu. Þessi sjálfsmynd verður til í góðu samtali og það getur verið erfitt að byggja þetta upp þegar veröldin búin að kippa undan þér örygginu. Og svo hafa unglingar áhyggjur af alls konar praktískum málum, fjármálum, hvernig með skuldirnar, þurfum við að flytja, höfum við ennþá efni á því sem við höfum einu sinni efni á, bara að eiga nýjasta nægalan eða eitthvað slíkt og sem skiptir unglingamáli og dýrmætt í þeirra unglingamenningu og þannig að þau velta þessu fyrir sér en eru auðvitað börn og eiga ekki að þurfa að bera ábyrgð á þessu. Skilningu barna á dauðanum fer ekki bara eftir aldri og vitsmun og þroska, heldur líka eftir hversu góðar útskýringar barnið fær frá hinum fullorðnu. Og það er vald í þekkingunni og þegar þau vita að þá geta þau verið róleg. Börn þurfa á öllum aldri, frá frumbernsku og út unglingsárin, fyrst og fremst á öryggi að halda. Og þau fá öryggi frá sínum helstu önnunaraðilum og þau fá öryggi þegar þú finna ég get komið sem barn til fullorðna fólksins og þau halda á tilfinningunum, áhyggjunum mínum og halda á mér, en þau eru stóru fullorðin og ég þarf ekki að halda á þeim. Stundum byrja börn að hlífa fullorðna fólkinu í kringu sig, menn sem þau vilja ekki auka á þjáninguna og það ekki gott. Við viljum að fullorðna fólki sé fullorðið og við viljum að börnin fá að halda áfram að vera börn. Og það skiptir bara hvað mestu máli í sorgarúrvinnslu fjölskyldunar og þess vegna þarf fullorðna fólkið á stuðningi að halda til að vera til staðar fyrir börnin sín og maður gerir það ekkert einn. Og mér langar eftir þessi orð að kasta boltanum yfir til þín, Silja Úlfarsdóttir, vegna þess að þú ætlar einmitt að tala þetta, hvað það að vera uppalandi að ala upp börn í sorg og þína reynsla af því. Takk innilega fyrir að koma til okkar, Silja. Gjörðu svo vel. Góðan daginn og takk fyrir. Ok, sorgin ömurleg, ég skal bara segja ykkur það og þið vitið það öll út af því þið eru bæði að horfa eða eru hér og ég á sem sagt 2 drengi sem eru núna 11 og 13 ára og mér líður bara eins og hún hafi verið að lýsa bara öllu sem ég hef verið að gangi í gegnum. Það eru 6 ár síðan að þeir mistu pappa sinn. Ég veit, nú ertu öll farin að tárast, þið eru ekki að hjálpa mér. Ég sé það í augunum á ykkur. En ég ætla samt að segja ykkur það út af því ég og drengi mín eigum bara mjög gott samband og traust og hreinskilni og trúnaður skiptir okkar miklu máli. Að ég spurði þá leyfi að fá að koma að tala hérna í dag út af því þetta ekki bara mín lífsreynsla sem við erum að tala þetta svo mikið þeirra líf og allir svona, já nú eru þeir farin að þurrka tárin sko, yes.
en þetta hérna alltaf þegar ég set myndir og eitthvað svona að tala þeirra missi og svona, þá yfirleitt byrja þau leyfi og þeir segja alltaf, því þeir eru svo stórkostlegir, að þeir segja alltaf bara mamma, þetta gæti hjálpað einhverjum öðrum í okkar sporum og bara go for it. Þannig að þannig ég hér að tala fyrir þá í raun og veru. En þeir sem sagt missa pappa sinn þegar þeir eru 4 og 6 ára og það var skyndilegt og það var bara ömulegt, mér finnst sorgin bara ömuleg og allir sem ég þekki við ræðum það bara þannig á mannamáli. Mér fannst að taka svona 3 ár að þá hugsaði ég, ok, ég ná andanum loksins núna og bara svona mér fannst við ná að lenda og ég mani mitt að ég sagði við föður minn bara, pappi þetta komið, þú veist, við erum bara komin á góðan stað núna. 6 mánuðir seinna þá lést hann. Og ég man svona að mín fyrstu viðbrögð voru bara, ég vil ekki meiri sorgar úrvinnslu með þessum börn. Ég var komin svo algjört ógeð og alveg nóg af þessu. Ég átti örugglega að vera með einhverja krúsidúluræði hérna, ég ætla bara að segja ykkur nákvæmlega hvernig þetta er. Að það var svona næstu því mitt mesta panik, það var bara, ég þarf að fara aftur með þeim í gegnum sorgarúrvinnslu. Því að það er rosa vinna, ég skal bara segja ykkur það. En því meira sem að við vinnum í því bara auðveldar að verða í framtíðinni og ég finn það. Og þeir eru svo dásanlegir og þeir eru búin að vera hérna í Erninum. Og ég búin að vera allstaðar með þá og leita hjálpa allstaðar út af því ég búin að ákveða að þetta verður okkar superpower og ég skal bara segja ykkur það að þetta bara er okkar superpower og gott dæmi er að ég er einhvern tímann að koma með þá viðburð hjá Erninum og þeir eru bara, mamma, við nennum ekki að mæta, þú veist, þessi sorgar, þú veist, dæmi, þetta er bara erfitt, þetta er bara leiðilegt, þú veist, það er bara þannig. Og svo segja þær, en við vitum við þurfum að mæta alveg eins og ef við ætlum að vera góður í taekwondo og þurfum að vera duglegir að teygja. Þú veist, þannig að þú veist, þeir eru ekki eldri en þetta, en þeir skilja bara að þetta er eitthvað sem við þurfum að gera. Bara og eins og Matthildur ræddi, þú veist, þetta eru svona bylgjur, þetta er svona smá eins og dóminó til dæmis á heimilinu, sérstaklega þegar þetta er svona ferskt. Að þá fann ég að kannski eldri sonur minn, hann svona, ég fann að byrja að þyngjast aðeins hjá honum og hann detti niður og brotna niður og ég er alveg bara hlúa að honum og halda honum góðum og eitthvað og svo finn ég, þú veist, hinn er aðeins að missa lappirnar en ég er svona allt inni með 2 eitthvað og svo þegar þeir eru komin á lappirnar þá er ég alveg búin að því. Og svona gerist þetta aftur og aftur og aftur því að öll orkan okkar sem halda utan börnin, við erum alltaf að reyna að halda börnunum á floti en hann Vigfús Bjarni, prestur og ég hitti hann í áfallahjálp á sínum tíma og hann sagði við mig, ef mamma er í lagi, þá eru börnin í lagi. Þú veist, ef foreldri er í lagi, þá eru börnin í lagi. Og ég hef aldrei almennilega skilið þegar ég er í flugvél og settu súrefnisgrímuna fyrst á þig og svo börnin, mér finnst það algjörlega fáránlegt því að þetta er bara kærasta sem ég á, auðvitað setja grímuna á þau. Ég skil það í dag. Það er auðvitað svo ég geti hlúið að þeim. Og þetta er bara svona það sem að ég lagði mikla áherslu á. Það er í raun og veru að rækta sjálfa mig svo ég geti staðið uppi fyrir þá. Og man þegar yngri minn var 5 ára og þú veist, þeim fannst ekki droslega gaman alltaf að fara í pössun og eitthvað. En ég vildi komast í ræktuna og fá útrásina mína og ég man að hann labbaði inn til langömmu, alveg pingu lítill og sagði, glöð mamma er góð mamma, þú veist. Og mamma verður glöð þegar hún fer í ræktina þannig að ég skal leyfa henni það. Þú veist, þannig að við ræðum allt svona. Og eins og ég segi, nú eru 6 ár og 2 ár síðan við svo svona lendum í okkar missi. En feðradagurinn var til dæmis á sunnudaginn. Hann var eiginlega bara ömurlegur. En ekki alltaf og fyrir nokkur mánuð síðan þá ákveð ég bara, já, heyrðu, nú bara tek ég þetta hérna og við fórum bara í apótek, nei, bakari, ég ruglast alltaf saman, veit að þið gerir það örugglega líka. Og við fórum með teppi, þú veist, og við erum að tala október, nóvember, upp í kirkjugarð, keyptum kaffi og vorum að lesa einhverja sögur og sýna, þú veist, pappa myndir og við áttum bara, þú veist, dásamlega stund upp í kirkjugarði að vetri til, alveg mjög kjánalegt, en þetta var alveg bara svona, þetta var ótrúlega góður tími og þú veist, ég myndir af þessu og við erum öll svo glöð og sitandi hjá leiði og eitthvað á miðjum vetri til og eitthvað, en þetta var dásamlega stund og það er alveg svona, það er svolítið svona lykill að nýta svona daga og búa til eitthvað svona sem hendar ykkur og svona, þú veist, ég gerði það ekki núna og mér fannst það líka bara glataður feðradagur, en
þú veist, okkur líður öllum mikið betur þegar við náum bara að búa til svona okkar hefðir og svona gerum við þetta og eins og ég segi 6 ár, en bara síðast í gær kemur lítill kroppur hlaupandi, hann gat ekki sofnað og hann segir mamma, ég er búin að missa svo marga, ég er svo hrædd að missa þig. Þú veist, þannig að þetta kemur eins og eldingstundum, þú veist, maður sér ekkert alltaf hvenær þetta kemur, en það er svo ótrúlega mikilvægt að við, fólki í kringu börnin, að við hugsum vel okkur og stöndum alltaf í lappirnar út af því við vitum aldrei hvenær við þurfum að grípa þennan bolta. Og stundum hent óksla fast í okkur og stundum ekki, en út af þessu, þú veist, að þau auðvitað gangi gegnum það að vera hræddum að missa okkur og við getum ekki lofa neinu en þurfum bara auðvitað að sýna þeim að við erum að passa vel upp á okkur og þess aftar og eitt af tímabili þá voru þeir svo mikið að pæla í þessu, bara hvað verður okkur ef eitthvað kemur fyrir þig og ég fór þá allt í einu rosa mikið að spá við þetta og kom svo að því að ég get farið til sýslumanns og fyllt út hver á að fá þá þegar eitthvað kemur fyrir mig, ef eitthvað kemur fyrir mig. Og ég svo bara settist niður með þeim, sýndi þeim þetta og það bara róa heimilinu. Þannig ég vá, ok, ég leysti þetta vandamál. Þannig að maður er oft svona einhvern veginn, við fáum bara allt öðru sér bolta í okkur heldur en allir aðrir sko, en maður er alltaf að reyna að leysa þetta. Við pössum mikið upp á hreinskilni og traust og við segjum oft, þú veist, að lesa engin hugsanir. Og nú er að koma desember og skórinn að fara út í gluggann. Ég fæ ekki spurninguna sko, þannig út af því ég er svo hreinskilin, þannig að ég þarf bara að græja það, þið fattu hvað ég á við. Þeir eru svo séðir sko, en svo eins og þau segja sko með, þú veist, þetta að vinna í sorginni, að þegar bara eins og í gær, að þú veist, mér finnst það mikilvægt að við hörkum ekki af okkur, að við actually förum bara inn í sorgina okkar og með þeim, að ég er bara, já, komdu með þetta, láttu þetta bara fara öskraðu þú vilt, þú veist, bara láttu það koma, því að, þú veist, maður finnur alveg ef að maður er að harka af sér, þá verður þetta bara svo stærra og erfiðara, það er eiginlega bara betra stundum bara að setja á sig headphone og hlusta á einhver lög og bara, þú veist, fá útrás, sko. Mér finnst það hjálpa og mér finnst það hjálpa þeim líka og bara Örnin að vinna frábært starf, bara algjörlega frábært starf og svo eru Ljónshjarta sem er svona kannski aðeins öðris og jafningastuðningur og veist, þetta er bara svona, það eru nokkrir, það er alveg, já, hægt að finna hluti til þess að fá hjálp. Já og þetta með að gráta með þeim líka, ég hélt fyrst að ég þurfti að vera svo sterk fyrir strákana. Að ég var alveg bara, já, þú veist, bara passa að þeir sæju mig aldrei gráta og fór alltaf afsíðis og grét og eitthvað og svo fannst mér eins og þeir væru svona eiginlega hættir að gráta og eitthvað og svo hreytti annar í mig einu svona og sagði, þú ert ekkert leið, þú ert ekkert sorgmætt, þér er bara sama. Og við ræddum það eitthvað, þá komið ljós að þú veist, þeir sáu mig ekki gráta. Þannig að þá var mér augljóslega bara alveg sama, þeir skildu það bara þannig. Þannig að mér varst það bara ótrúlega lærdómsríkur hlutur og líka bara við gátum rætta og eftir það þá bara fel ég ekki neitt og ég var líka fyrst bara sjáðu þetta er að leka bara svo þeir virkilega fyndu, ég væri alveg með þeim í þessu og talandi superpowerið að nú hafa þeir alveg þekkt aðra sem hafa mist foreldri eða systkini og ég var svo stolt af þeim að sjá það bregðast við að eins og annar sagði bara mamma, veistu það, þegar hún er aðeins búin að jafna sig þá ætla ég að segja henni frá Ljónshjarta og bara hafa skilning á því að það þýðir ekki að segja það strax, þú veist ég bara eitthvað, vá, það er ekki allir fullanir hefði fattað þetta sko, eða að þora að tala við aðra sem hafa mist og koma svo heim og segja, já mamma, veistu að hann brosti í frímínútum og hann gerði þetta og hún var bara glöð í dag, þú veist, þannig ég fæ alltaf bara, ég gat mér sagt mömmunni það líka, bara, já, það bara gengur allt vel þarna og þú veist, þeir eru að passa upp á hann og hana og eitthvað svona. Þú veist, mér finnst það svona ótrúlega fallegt og bara svona gott dæmi superpower barna sem hafa bara upplifað þetta því að við verðum að fá eitthvað gott úr þessu. Að við fórum, í Ljónshjarta fórum við til dæmis í Röss og þar voru bara 70 börn og voru að leika sér
og það kemur ný fjölskylda og það unglingur og það náttúrulega rosa erfitt einhvern veginn að koma unglingur inn í einhverjum svona aðstæður. Þannig ég pikkaði einhverjum og sagði, heyrðu, gætið þið tekið vel á móti honum? Sjálfsagt. Og þeir alveg eltu hann, hoppuðu eftir honum til þess að reyna svona að ná sambandi og svo náðu þau sambandi og voru fann að skiptast á Snapchat svo þau getið spjalla saman og eitthvað og ég bara eitthvað eftir og bara takk fyrir að taka svona vel á móti þeim. Og bara Silja, við munum alveg hvernig það að mæta fyrst og hvernig þetta fyrst og eitthvað svona. Þannig að þetta superpower, ég bara mjög montin af því. En ég held að sé líka bara því að við erum bara búin að vera svo hreinskilin og opin allar þessar umræður. Og svo það með allar þessu svona pappahluti, þú veist, við erum með pappagel og þú veist, þeir eru kannski að vaksa upp úr því reynda núna, en þú veist, og svo kemur pappalykt, alltaf að fara fínt og setja á sig rakspíran sem pappi átti og svo vorum við með pappasalat, því hann elskaði hrásalat, bara ákveðið hrásalat, þú veist, þannig að við kannski fórum með mat til mömmu og þá var hún búin að kaupa salatið og þú veist, þá vorum við öll að hugsa það sama, þú veist, bara, þú veist, hann með okkur, án þess að við þurfum endilega að vera að tala hann, þá var þetta svona okkar merki það og svo átti ég og pabbi þeirra afmæli sama dag, þannig að það var svolítið snúið, þannig að við ákváðum svona að dánardagurinn væri svona dagurinn hans og höfum svona fyrir COVID allavega að boðið bara fjölskyldu og vinum hans svolítið í kaffi og bara, þú veist, til þess svolítið að halda sambandi og þá höfum við líka boðið krökkunum að perla og hengja á jólatréð og bara svona, þú veist, eitthvað svona smá samveru þannig að fólk bara aðeins kom inn og droppað inn og þannig fannst mér ég ná að þú veist, hjálpa strákunum svona að muna eftir andlitum og muna eftir vinum pappa og þess áttar og svo kom ég stundum með jólagjafir handa þeim, þeim fannst ekki að svo reyndar bara, já, frekar nýlega fer ég til dæmis í nýtt samband og það sem svona svolítið krútlegt að þeir voru alveg svakalega spenntir þegar við fluttum inn að hafa raksápu svona sem karlmenn, sem pappar nota inn á baði. Að þá var eiginlega það jafnvel bara mest spennandi við það að flytja inn. Það þú veist, allir pappar eiga raksápu, þannig að sjáu hvað svona litlir hlutir sem gera bara ótrúlega mikið. Og svona kannski bara eitt svona ráð frá móður til aðstandanda. Það sem gerði svona oft erfitt þegar til dæmis við fórum í heimsóknir og eitthvað, að þá var það svo oft sem að það var þú ert alveg eins og pabbiðin, þú ert alveg eins og pabbiðin, þú ert svo líka pappa, en pabbiðin gerði alltaf svona og svona. Þannig að við komum í rosa góðu skapi bara til að fara í vöfflur og hitta alla og við förum út alveg niðurbrotin út af því að það var bara pabbi þetta, pabbi hitt og við erum bara þreytt og þá erum við bara komin í aðra bara óvart í svona sorgarbylgi sem fólk auðvitað ætlaði sér ekkert að setja okkur í. En það gerðist bara svolítið svona ósjálfrátt, þannig að stundum líka bara ógeðslega gaman bara að hittast og bara perla á gaman og hvernig var skólinn og þú veist, þannig að þetta var svona smá trigger fyrir okkur, þannig að svona ráð til ykkar kannski að stundum þá vill maður svolítið bara svona fá smá hvíld og brosa og hlæja og bara gleyma sér og við fullorðna fólki gleymum þessu aldrei, þú veist, bara, en við eins og hún sagði, þurfum bara að fara í smá leik, það bara smá pollyanna að nú erum við að gera þetta og við ætlum bara að reyna að gleyma okkur aðeins með börnunum í því. Og svona með skólan, ég var og alveg stundum svolítið svona stressuð yfir því, þú veist að þegar skiptum kennara, ég alltaf svo hrædd að þau viti ekki, þú veist, hver sagan okkar og eitthvað og ég þarf alltaf að hitta alltaf, ég vil að þjálfarinni viti söguna því ég vil ekki segja eitthvað, þú veist, mér stókslega leiðalt þegar sagt, já, bytti mömmuðin eða pappaðin, eitthvað, þú veist, þá fæ ég bara í greiðin, þá bara aðeins verið að rífa í, auðvitað, þú veist, segir fólk á stundum, en ég hætt að segja þannig, því ég bara þekki það reynslu að það geti verið óþægilegt og líka með skólana, mér finnst svona, það sem mig langar svo að þið kannið, skvísur, að svona áfalla viðbrögð barna að þeim sé svolítið ruglast stundum saman við svona ADHD og eitthvað svona og ég veit að til einhverja rannsóknir en mér langar alveg að fara að sjá meira af þessu út af því að mér finnst þetta svona skólinn, hann svo vanur þessu að börn séu þarna en svo oft ef að börn eru búin að vera í einhverju sorgarferli þá oft einhverja fleiri aðrar ástæður eða kannski bara tímabundið ADHD. Ég veit ekki hvernig þetta virkar en mér langar að vita meira þetta. Og mér finnst líka gott að minna kennaran á og segja að það dánadagurinn í þessari viku,
þú veist, þannig að þú veist af því og þú veist, ef barninu líður illa þá veistu ástæðuna. En já, svona bara lífið okkar. Það bara ömurlegt á köflum, svona, en við erum alltaf að færast nær og lífið frábært og við eigum frábært líf og okkur líður vel og þeim líður vel. En ég held að það sé alveg ótrúlega mikið út af því að við erum búin að vera ótrúlega duglega að sækja okkur hjálp, bæði ég og þeir og við bara, þú veist, sorgin fer ekkert en við þurfum bara svolítið að læra að lifa með henni og svo þurfum við bara að ala fólki upp í kringum okkur, þú veist, hvernig við viljum hafa sorgina. Og út af því að Haraldur að koma næst, að ég er mjög spennt að hlusta á hann, að það var svo von fyrir okkur foreldrana að sjá svona svaka gæja, búin að gera svona rosalega flotta hluti, búin að gangi gegnum það sem börnin okkar að gera. Þannig að það er svo mikilvægt að fólk, myndi ég segja, þóra að koma fram og tala þessar hluti og sérstaklega svona powerhouse og ég sendi honum tölvupóst og þakka honum meira sér fyrir að segja frá, þú veist, það var ekki merkilegra en það. En já, annars hef ég ekkert meira og þau geti alltaf sendt mér spurningar eitthvað á samfélagsmiðlum ef þið viljið ræða eitthvað við mig. Takk fyrir. Ég ætla bara að fá að þakka þeim tveimur fyrir og nú ætlum við Haraldur að taka við og þá færast myndavélarnar aðeins en gott að hafa ykkur, ég ætla að fá að segja það. Það er svo, maður finnur að það er svo mikið hlýja hérna inni. Gott að sjá þig. Já, takk fyrir. Takk fyrir að koma. Kæri Haraldur. Já, góðan daginn. Það er heiður og gleði. Já, og ég segi eins og Silja segir sko að það er okkur sko, það er svo mikill heiður að hafa því hérna og að þú skuli gefa það gjöf að vera tilbúin að deila þínu eigandi þann bakgrunn og þá sögu og þá stöðu sem þú ert í núna fyrir unga syrgjendur og ég bara, það er ekki sjálfsagt að gefa þessa gjöf og við kunnum að meta hana alveg einstaklega og ég skal segja þér að allt fólki sem hér inni hefur farið gegnum mikið missi og vill fá að hitta þig og sjá þig ekki bara í beinu streymi af því að þau eru þakklátt fyrir það að þú skuli vera hér í dag. En ég ætla bara af því að tíminn er dýrmætur, mér langar til þess að bara biðja þig að segja okkur þó svo við höfum öll lesið við því viðtöl og svona þekkjum aðeins til þinnar sögu að þinn missi sem barn. Já, ég ólst upp hérna sem sagt í Reykjavík og vestur í bæ og mamma mín og pabbi skildu þegar ég var ungur og voru í öðrum sambandum. Þannig ég skipti tímanum mínum svolítið að milli hjá þeim og síðan 88 þá fór ég í fyrstu svona stóru utanlandsferðina mína. Fórum til Flórida, fórum í Disney World sem var náttúrulega rosaleg upplifun fyrir allar á krakka sem hefði bara farið að róló og þetta var bara rosaleg ferð og síðan man mjög vel eftir því að ég var að koma, við vorum í alls konar skemmtikörðum áttum ekki mikið pening þannig að þetta var alveg uník og vorum í svona vassgarði og ég var rétt við hótelinu og pabbi fór að baka á hótel og sem kom tilbaka og ég hitt hann á leiðin tilbaka og hann var mjög skrítinn og ég svona var að hugsa þetta en hann sagði ekki neitt en þá hafði hann fengið símtal frá Íslandi sem að sagði honum að mamma væri dáin, hún hefði dáið í bílslysi og ég frétti þess en ekki fyrir 3 dögum seinna þegar ég kom heim, þá sagði hann mér kom heim þá ætlaði ég að ég var búin að plana þetta mjög mikið, ég ætlaði að plata hana ég ætlaði að segja að fluginu hefði seinkað hringi í hana og síðan mæti heim til hennar komin óvart og var svona eiginlega bara undirbúið það þegar hann bara með komin í stofu og tala við sig og sagði mér að hann dáið. Og hugsaðir það
við vottaður innilega samvinnu, en hugsaðir það, ef það hefði gerst í dag, þá hefði hann ekkert átt val það að bíða með að segja þér þetta. Af því að allir eru með síma og allt fer á miðla og fréttir og því ég las þetta við því í viðtali, þá hugsaði ég með mér, þú veist, var það gott að bíða með þetta þannig að hann komin heim eða hefði hann átt að segja þetta strax eða ég fór í þessar hugsanir og svo hugsaði ég með mér, pappinu þetta vildi að hann fengi að sko njóta tímans og vera í sínum kunnulega aðstæðum þegar hann segði frá þessu. Þetta ekki val í dag. Nei. En ég hef oft hugsað ég veit ekki, ég held að segja ekki rétt leið. Nei. Það var ekki, hann var rúmlega 30, ég 45 ára í dag, ég veit ekki hvernig ég myndi til að veita. Nei, ég segir nú fyrir mig að því ég er nú búin að þjóna í 30 ára og vera með fólki sorg, einmitt þegar ég las þetta þá alveg sko frá kvörnin og stað. Og ég hugsaði með mér, að það er mikið þrek að halda andliti þennan tíma þá maður kemur heim. Það er mikið þrek. Og hann hefur, þú sérð að það er eitthvað sem að truflar hann en í rauninni getið þið klára ferðin. Já, og það var bara þetta eina moment og því ég man ekki sérn eitt unninu öðru. Nei. En þegar að þú kemur heim og fær þessar fréttir að svona bara getur þú hitt henni 11 ára strák og munað hvaða tilfinningar þú fórst í gegnum? Ég man, fyrsta tilfinningi var náttúrulega bara að þetta var í plat. Já. Bara fullkomin áratun og bara þú ert að grínast eða eitthvað. Ég bara man eftir þessu samtali mínu vel. Og síðan man ég mjög þetta í restina af deginum. Ég fór nú bara, þetta var snemmi morgun. Ég fór að sofa. Og síðan vakti ég mjög lengi fram eftir. Og ég veit ekki, ég get ekki tengt við tilfinningar allar, en ég get ennþá valla, mjög erfitt að tala þetta. Já. Þá svo tárast. Já. Og mjög erfitt að tala mömmu bara almennt. Já. En hvernig, bara eins og fyrir þessum árum, hvaða úrvinnslu sko bara tækifæri fékkst þú, hvernig var þér mætt sem 11 ára strák? Var manstu það hvort að þú varst hittir einhverja eða svona? Ég hitti einn prest. Já. Einu sinni. Já. Það held ég var það eina. En hvernig gekk bara þú og pabbi og stjúpforeldrar, hvernig gekk þeim að tala þetta við þig á þessum tíma eða ég man ekki eftir neinum samtölum þetta. Ég vissi að það var reynt en ég held sko mér langaði ekki að tala þetta. Það var mjög, ég átti bara eiginlega, ég erfitt með að tala þetta við nokkurn mann sko. Þannig ég talaði eiginlega ekki við neitt. Þannig að þú kannski svona eftir á kannski hugsar það að þú hafi lokast svolítið af með þína sorg sem barn. Já, ég var mjög svona félagslyndur. Já. Og það breyttist mjög mikið þessum tíma. Að þú dróst meiri hlé? Já. Og það var ekki neinn af vinunum sem þú gast tala við? Eða? Nei, ekki með þetta. Ég átti góða vini og bara sem ég á ennþá í dag. En ég talaði ekki þetta. En fannst þeir fjarlægast þig? Eða heldur að þú hafir valið að ganga svolítið út eða heldur að þeir hafi fjarlægast þig vegna þess að þetta var svo sárt og erfitt? Ég upplifði ekki það, nei, að þeir fjarlægast mig. Nei. Ég heldur það bara ekki kunni að til að veita, sko. Nei. Eitt besti vinur minn gekk í gegnum sama sumar. Já. Gekk gegnum það að pabbi hans drap hana mann. Og þannig að þetta var erfitt sumar. En urðu þið nánari eða? Út af því, ekki sérstaklega tengslu það, en við erum með þá vinir í dag. Svo. Já. Þannig að það var ekki þannig að þið deildu sorgum eða? Nei, það var ekki, ég man ekki eftir, hvorki þessu neina öru, að hafa deilt mikið af sorgum með vinum mínum. Nei. Ég var kannski, eða í dag. En þegar þú hugsa svona, þú veist, þegar þú hugsa tilbaka, hvaða tilfinning heldur að hafa verið sterkust?
Bara svona sorg, hvað? Bara rosalega sorg, já. Náttúrulega stundum reiði, Já, stundum fór ég í eitthvað svona samningaleik. Af hverju gæti ég ekki að koma fyrir eitthvað annan? já, Af hverju gæti ég eitthvað annan dáið? Já. Eða, mér dreymdi mjög oft að hún væri ekki dáin. Þetta væri eitthvað sem myndi koma í ljós seinna, hún var ekki dáin og myndi koma aftur. En þetta voru alltaf tilfinningar. Ég held að það hafi ekki verið ein. Fyrir bara mjög mikla sorg. en þannig þú upplifir kannski þú Og hugsandi- flótti líka. Ég held að flótti hafi ekki þessi tilfinning. En það var svona að reyna að flýja þetta. Já, þannig að ef ég myndi segja við þig þegar þú ert 11 ára strákur og ert að sko barn og úlingur og ég segi hver voru þín bjargráð? Já. Hvað? Af því við vorum að tala áðan að sorgin sko þú ert 11 ára og svo verður 13 og þá ertu öðru sér strákur og svo verður 15 og þá ertu öðru sér strákur og svo 17 að sko var einhver tíman á þessu ferli? Ég mitt triksi mitt sem ekki gott var að bara flýja. Já. Að bara útiloka þessi tilfinningar og þessar hugsanir. Það var einu sem ég kunni til þess að geta haldið áfram. Já, en nú ert þú hér og deilir þessari reynslu og það getur enginn sem hefur bara lokað. Skilur það og þá spyr ég, hvenær opnaður? Ég tala ekki þetta við einrúmi við fólk. Mér finnst miklu auðveldar að tala þetta í hóp. Já, ekki maður og mann. Nei, mér finnst miklu auðveldar að tala eitthvað svona í viðtölum eða hérna eða upp á sviði eitthvað þar. Heldur við pappa eða konuna mína eða afa þegar hann var lifandi. Þannig þú í rauninni sko, það er einhver tegundar náttúrulega sorgarúrvinnslu að segja svona hóp frá og jafnvel upp á sviði. Og er það þá óttiðinn við það að ef þú ert bara ef við værum inn á skrifstofu það væri ekki þetta fólk hérna og ég væri að tala við þig að við færum inn í einhvern sársauka sem þú bara ert ekki búin að opna á? Ég veit það ekki nefnilega. Nei. Þegar þetta er líka með alls konar annað. Mér finnst bara miklu auðveldar að tala erfiða hluti opinberlega heldur en í einrúmi. Já. Og það er mér finnst það ótrúlega merkilegt að heyra að segja það vegna þess að þegar þú varst 11 ára strákurinn þá varstu í einrúmi. Þannig að það er svolítið það er merkileg breyting. Já. En þú finnur samt þegar þú talar á svona opinberu vettvangi þá finnur þú til léttis eða finnst þú einhvern veginn fara áfram eða hvað er það sem það gefur þér? Já, mér finnst það hjálpa mér að svona létta aðeins á og ég finn líka eftir sem ég gera þetta meira að þetta hjálpa sem öðru fólki og það hjálpa mér líka. Já. Þannig að þú finnur tilgangin sko þú finnur þann tilgangi sorgarúrvinnslunni að rauninni að deila með öðrum. Það er Já, það er svona það sem ég hef oft hugsað að ég er mjög pródúktífur. Já. Og mér finnst, það er kannski einhver leiti það sem ég er að gera. Mér finnst ég gera þetta á ákveðnum skala. Já. Þá finnst mér þess virði að fara í þetta ferli. Já. En ef ég er bara einn með einhverjum þá finnst mér eins og það sé bara sóun. Já. Já, þetta er merkilegt. Já, ég held ég bara ekki heyrt þetta áður. það er nú það áhugaverða við mennskuna. Og það er líka það, þú veist, það syrgir enginn eins. Og það finna allir sína leiðir til þess að lifa af og halda áfram. Þannig að mér finnst þetta er gríða merkilegt að heyra þetta. Og ég segi, sko, sem sálgætir þá er maður alltaf að læra, sko. Það er það góða. Gott að tala við fólk, ég les ekki bara bókum. En svo tek ég eftir því að ég hef lesið
við þið vitul að núna að því ég hef heyrti áður segja að þú hafi lokað á þetta og þetta hafi rauninni sko verið svona sterk höfnun á þessu mikla sársauka sem að þetta hefur verið það einhverju leyti og einhverju leyti ekki því að sársaukin lætur maður nú ekki í friði sko, það er ekki hægt að loka hann alveg af en svo sé ég að þú ert núna svolítið að finna leiði til að minnast mömmu þinnar og að því þú sagðir sko hún var ekki til umræðu eftir hún deyr, ég meina var það þannig Silja er að tala um hérna pappadag þar sem allir koma að borða uppáhaldsmatinn hans eða vinirnir koma að minnast hans eða hvernig það er? Nei, það var ekki svoleiðis. Það var ekki einhver þögn samt sko. Nei. Ekki eins og verið viljandi, ég held að það hefði bara verið svo erfitt fyrir alla. Já. Ég upplifði ekki að það mætti ekki tala um það. Nei. En ég upplifði ekki, það var ekki einhver dagar eða einhver minningar eða moment sko. Nei, ekki afmælisdagurinn hennar eða Nei. En til dæmis sko hennar foreldrar voru á lífi þegar hún deyr. Já. Fannst þér sko stundum hefur maður heyrt sko að foreldrar amma og afi þess sem deyr foreldri sem deyr sko þar oft meira rými til að syrgja og minnast. Upplifðir þú eitthvað slíkt eða var þetta svona bara í rauninni allir að einhvern veginn að lifa af með því að kannski tala ekkert allt of mikið hana? Amma talaði hana en ekkert svona sem stendur upp úr sko. Það var ekki þetta var ekki kannski, ég kannski bara fatta líka þú segir það sko. Þetta var ekki eitthvað sem var mikið samtalum. Nei, því ég upplifi oft í dag sko að amma, afi eða foreldrar þess sem deyr eru oft svo kannski þeir aðilar sem heiðra minningu þess sem farin alveg sérstaklega og börnin geta komið þar og það er mynda hinu látna og það er kerti og það er svona ríkara rými fyrir minningarnar og samtalið. Það var náttúrulega myndir af hún allt sko. Já. Og það myndir heima og hjá og það var eins og segja, það var ekki eitthvað þögn, eða ekki eitthvað svona þöggun. Nei. En þetta var þetta þögn. Já, þetta var ekki þöggun, en þetta var þögn. Já. Hvenær finnst þér eins og þú hafir bara geta byrjað að tala um hann og svona hugsa það hvernig þú getur heiðra minningarnar? Það var náttúrulega, sko, þegar ég byrjaði að drekka. Já. Þá var ég mjög fljótur í það að fara að tala um þetta. Þegar þú byrjar að drekka? Já, þegar ég var komin í glas. Já. Og það var örugglega ekki mjög skemmtileg partí. Nei. Og þá talar bara um það við þá sem voru að drekka með þér, hver skipti? Já. Já, þannig að það var ekkert sérvalið? Nei. Bara eitthvað. Já, ok. Og því þá bara leiði það, leiði náði einhvern veginn að opna aðeins og þá bara flætti það út. Já. Og ég byrjaði sem alltaf bara að drekka mjög illa. Já. Og mikið. Já. Og þetta sem endur maður að hætta því. Já. En það var eitthvað leið líka til þess að flýja. En einmitt þegar ég byrjaði að flýja, þá kom þetta rosa sterkt yfir mig. Já. Já. Þannig að það úrvinnsla, eða þú veist, þetta samtal átti sér stað undir áhrifum? Mikið undir áhrifum, já. Og síðan bara núna nýlega aftur, fyrir nokkrum árum, þá byrjaði ég svolítið að tala um þetta aftur. Alveg blá eitrú? Eitrú, já. Og ég er búin að vera eitrú í 11 ár. Já. Og og já, reyna að finna leiðir til sjálfum mér til þess að minnast hennar og gera það í alls konar með því að tala um hana eða gera eitthvað. Já. Svona til að heyra hana. Svo heyrði ég kaffihús. Já. Þú ert allar að opna kaffihús? Já, við ég ólst upp í Vesturbænum, Norðurstíg og ég ætti heima það þegar mamma dó. Já. Og þannig að bara rétt hjá bara næsta horni er fallegt hús sem ég horfði aftur á þegar ég var lítill. Já. Og síðan þegar ég flutti til Íslands þá fluttum við sem sagt á Tryggvöllina og þannig að móti þetta fallega hús og þá var akkurat til sölu þetta næsta hæðin. Og þá hvað ég að kaupa það og búa til, veitingastað, kaffihús, lítið bíó. Já. Kallaði annað hérna.
Já, Anna Jóna. Og þá alltaf þegar þú kemur, þá sérðu nafnið hennar. Og þá alltaf þegar það gengur að. Þetta er þetta ótrúlega fallegt líka vegna þess að þetta dauðinn og kemur og það eru þessi hræðilegu rof á tengslum, ástartengslum og kaffihús skapar tengsl. Þess vegna fannst mér þetta svo fallegt. Anna Jóna og að því ekkert skapar meiri tengsl en kaffihús. Það er alveg dásamlegur staður, sko. Þannig að ég var mjög hrifin af þessari hugmyndu. Ég hugsaði með mér, þetta er ekki eitthvað sem hann er nýlega byrjaður að hugsa. Nei, ég er búin að hugsa mjög lengi. Það var alltaf rosa mikið líf heima. Já. Mamma var í leikhúsinu, var búningahönnuður. Já. Maðurinn hennar var og er leikari. Já. Og það var alltaf rosa mikið líf. Já. Hjá okkur. Og hún var mjög góður gestgjafi. Já. Þannig að þú ert búin að úthugsa þetta. Þegar þú hugsar hann Harald 11 ára og pappa sagði sagt að nú ferð þú í hóp með öðrum krökkum sem hafa mist og við ætlum að tala saman um sorgina. Hvernig heldur hann hefði brugðist við? Það hefði verið þurfti að tala svolítið mikið til í það. Allavega á þeim tíma eins og þetta var eins og þetta ferli var að það hefði það verið mjög skrítin niðurstaða. Já, en ef það hefði gerst strax? Jú, örugglega. Ef einhver hefði leiðbeint mér gegnum þetta. Útskýrt fyrir mig hvað það var að gerast og hvernig sorgin virkar og hvernig þetta hjálpar. Þá hefði ég örugglega látið svona allavega til leiðast. Já. Allavega eitt skipti. Allavega eitt skipti. Og ef það hefði tekist vel, þá hefði það hugsanlega getað verið annað. Hversu mikið heldur þetta að móta, sko við gerum okkur grein fyrir því að missa móður sína hefur náttúrulega fylgið þér alla ævi, sko. En hversu mikið heldur að hafi mótað þig bara sem einstakling að geyma þetta svona mikið sjálfur? Það er alltaf rosa erfitt að meta hvernig maður verður til. Já. Hvað það er sem hafði áhrif. En það hlýtur bara að hafa haft mjög mikil áhrif. Ég hugsa hana oft á dag náttúrulega og ég gert það allavega tíma. Og svona hafa enga leið til þess að tjá það var náttúrulega, þegar ég byrjaði að drekka þá var kannski svona ein af svona orsökunum í því að ég fór mjög illa með áfengi og vímuefni. En finnst þér, hefur þú getað til dæmis sko núna bara eins og við þína fjölskyldu, maka, börn, finnst þér eiga auðveldara með að tala um þetta og deila með? Já, sko, dóttir mín er 10 ára núna, hún er 1 ára yngri en ég var þegar mamma dó. Já. Og þær eru mjög líkar. Og við byrjum að tala mjög snemma um hana við börnin. Já. Sonur minn er 5 ára, hann er mjög upptekinn af dauðanum. Já. Hann er alveg viss um það að ég deyi fyrst og síðan til hann síðasta því að hann er yngstur. Hann er búinn að plotta alveg. Búinn að skipuleggja þetta? Hann er búinn að díla við mig að hann ætlar að fá að deyja, sko, fyrst sagði ég að hann myndi vera 100 ára, hann er búinn að díla upp 110. Já. Harðpraktískur. Já. Harðpraktískur. Og við erum búin að samþykkja það. Já. En það er svo, það er merkilegt að tala um þetta akkurat að því að Matthildur var að fara yfir það áðan sko með ólík stig sko á milli barnanna að þau eru líka svo harðpraktísk sko. Já. Ég man eftir ömmu sem missti mannin sinn sko og svo kom einn með tannburstanans. Hvað eigum við að gera við tannburstanans afa? Sko, og ég sagði bara hversu praktískur er hægt að vera? Já. Og bara ganga frá þessu öllu og hún sagði bara við verðum að henda honum. Og hann var alveg hvort að það væri nú vit að gera það. Já. Þannig að það er þau eru börnir eins og þetta, hann er búinn að semja við því, þetta verði 110 ára og þetta verði í þessari röð og höfum þetta allt. Hann er líka mjög hræddur sko að sko ef við deyjum öll. Já. Hann er svo feiminn, hann er hræddur með að finna sér ekki maka. Það verður bara einn. Já, og þið get ekki hjálpa honum að finna maka þá eða? Nei, bara það því að við erum dáin.
Já, og þá var já. það bara einn og því hann getur ekki fundið sér maka sjálf. Já, ok. Hann er 5 ára? Já, Einmitt, þetta er svolítið fallegt, en það segir að þetta er harðpraktískur maður, sko. En það er eitt sem ég langar að spyrja þig að lokum. Ég hefði látt að spyrja að því í upphafi. Manstu eftir því þarna fyrsta eftir þegar allir þessu undirbúningur kemur að það er kistulagning og það er jarðaför og varst þú sem 11 ára strákur, fékkst að vera einhvern veginn inn í því? ekki í undirmununum. Ég mætti náttúrulega aðtefnunar, fór í kisturögnuna og fekk að sjá hana. Þau var náttúrulega mjög skrítið. Og sem náttúrulega jarðaförin sjálfa. En nei, ég var ekki í einhvern undirbúningi. Þetta var eins og það var einhvern veginn, það gerðist alltaf mann fyrir utan mig. Já. En hann að fara í kistulagninguna og fá að sjá hana skiptið að máli? Ég held að hafa einhver leiti hjálpað mér að díla við það að hún var í alveg dáin. Já. Því að ég man oft, eins og ég var að segja á hann, þá var ég ofta að ímynda mér að hún var ekki dáin. Og hún myndi koma aftur. Þá var þetta svona mómentir sem ég hugsaði, menn hvernig gera þið þetta? Og já, ég veit ekki. Manstu út fyrir hana sjálfa að þetta? Ég man, já. Það var svo skrítið, sko, alltaf mikið að skrítum tilfinningum. Af því að ég man ég upplifði mig sem ég var í aðalhlutverki. Já. Í fyrsta skipti. Af því ég var á fremsta bekk. Og það var að tala mjög mikið um mig. Já. Og það fannst mér einhvern veginn svona áhugavert. Já. Svona skrítið tilfinning ofan í sorgina. Og líka svolítið sérstætt að því þú hefur hugsanlega verið dulur. Já. Að þú upplifir þig aðalhlutverki og þér þótti það ekki vont. Nei, mér fannst það áhugavert. Áhugavert. Já. Og en það var, ég var að hugsa hvað það var skrítið, ég var að hugsa um þetta. Já. Að meðan ég átti að vera í sorg. Já. Og fyrstu samviskubit? Já, ég fekk alls konar samviskubit. Ég var mikið að hugsa um, sko, það var alls konar. Ég var þetta sumar og veturinn á undan, þá var ég að safna mig fyrir ykkur, ég man ekki hverju. En alltaf þegar ég sá eitthvað klink heima í mömmu, þá stalið því. Já. Og ég var mjög samviskubit til því. Var það eitthvað sem það gert sko áður nú dó eða? Já. Já. Þannig að þú varst að hugsa um þetta fjármagn sem þú... Ég var að hugsa um, sko, hvort að það hefði verið ástæðan fyrir hún dó. Já. Já. Og alls konar svona hvað ef, það var svo mikið sem gerðist til og með þetta kvöld sem hún dó. Já. Sem að voru svo mikið tilhörun, það var bíl sem var stólið, það var maður sem átti ekki að vera að drekka, var fullur, hann stal bílnum. Löggan var að reyna að elda hann á honum, hann slapp ekki inn fyrir horn, keyrði hann inn. Já. Það er svo mörg moment sem hefur þetta farið allt öðruvísi. Og sem barn vissir þú af öllu þessu ferli eða? Ekki öllu, reyndar bara nýlega eftir viðtalið, þá hefur fólk haft samband við mig. Mér séu fólk sem var í löggunni, haft samband sem var á staðnum og sagt mér meira. En ég vissi svona í grófum dráttum hvað hefði gerst. Þannig að þú svona sem fullorðinn maður ert kannski að fá skýrari mynd af atburðarásinni. Ég er að fá skýrari mynd af atburðarásinni og síðan er annað sem ég hugsa mjög mikið um, það sem ég hugsa oft um af hverju ég hugsa ekki meira um það, sko, það var alltaf þessi maður sem að hún lét sér bíl að segja því að það var drukkinn ökumaður og ég veit ekkert um minna mann sem að drap hana eða var valdur því hann dó og það er mér oft mjög áhugavert og stundum allt í manni það er einhver annar aðilega þessu. En þú er ekki sko, það hefur ekki orðið svona tekið rosa rými í þínu lífi að vita það? Nei, en það er bara mjög sjaldan þá sprettur upp í þetta, okkur veit ég ekki meira um minna mann. Okkur ætti ég að fara að vita meira um minna mann. En hefur hugsað það hvort þú vilt það í raun og veru? Það endar alltaf með því ég hugsa bara nei, ég fæ ekkert út því. Ég líður ekki, það er engin niðurstaða í hans lífi sem myndi hjálpa mér, hvort það myndi góða eða vond. Það er merkilegt, sko, það er annarkvort eða hjá fólki. Já. Að það bara segir, það skilar engu fyrir mína sorgaróvinnslu, það bætir ekki
fyrir, sko, og eða þá fólk er mjög mikið andum það sko strax ég vil að fá að hitta viðkomandi þannig að þetta er auðvitað mjög flókið og það er ekkit rétt eða rangt í þessu og ég mitt jarðamann sem að hafði sko orðið fyrir slísu var 20 ár sem spundi við hjólastól og svo lest hann og ég jarðan og þá kynntist ég sögan sko og það hafði einmitt ungum maður bara gert framan og hann einmitt sagði bara sko það breytir engu ég er svona ég verð svona það breytir engu fyrir mig að hitta hann sko þannig ég man sko það var alveg skýrt og svo þekki ég aftur hitt að viðkomandi bara hitt eftir bílslið strax þann sem var valdur að því að keyrt var á ástvin þetta er bara mjög merkilegt en nú erum við komin á tíma það líður hratt þetta er búið að vera algjörlega frábær stund og það er engin tilviljun hverjir eru hér í dag það er bara þannig það er engin tilviljun hverjir voru valdir hér í þetta herbyggi til að vera með okkur það ég veit það en ég ætla að segja eitt við því af því að að maður fylgist með þér og stoltur af þér ég upplifi þig af því það er ein af frumþörfum manneskjunnar það er að finna tilgang með lífi sín og það er það sem er sér mennst það er það sem dregur okkur frá öðrum skepnum að ég upplifi það svo sterkt í þér og því sem þú ert að gera að vera alltaf að skapa tilgang og ég veit það ekki kannski ert að gera það fyrir okkur öll hin kannski ert að gera það fyrir þig kannski ert að gera það vegna þess að þú misti móður þína en mér finnst þetta það er bara mjög áhugavert að fylgjast með þér og ég upplifi þetta mjög sterkt Já, ég hugsa mjög mikið það og ég hugsa sko að þegar við erum í kirkju að ég er ekki trúaður en mér finnst ég öfunda fólk sem er trúað og það er innbyggður tilgangur í trúnni og ég hef reynt að finna mér leið til þess að trúa fólk og að hjálpa mér allavega að hjálpa öðru fólki Ég held nefnilega sko Guð býr í fólki, það er mín trú líka og ég held að Guð búi í þér sko og ég held að sé akkurat, ég segi stundum sko með fólk eins og þig sko þó þú hafir ekki trú á Guð þá held ég að Guð hafi alveg ofboðslega trú á þér ég held að þakka þér innilega fyrir og ykkur fyrir ykkar innlegg Silja og Matthildur og þakka ykkur fyrir að vera einn dag það skipti alveg óendanlega miklu máli innilega þakkir og þið sem heima sitjið takk fyrir Takk.